Já, 1-1 jafntefli hérna á Kaplakrika, hvernig gerðu þetta upp? Náttúrulega erfitt að eiga í KR-ingana, gríðarlega erfitt, frábært lið, frábært sóknarlið, góður að pressa og við lentum á köflum, sérstaklega í fyrri hálfleikum í svolítið erfiðleikum með þá. Við aðlögum okkur aðeins að sóknarleiknum þeirra og hvernig við ætlum að pressa í seinni hálfleiknum og það gekk betur og svona halda aftur að þeim en alls ekkert eitthvað fullkomni og KR-ingarnir spiluðu virkilega vel hérna, sköpuðu sér góða stöður en það var alvöru karakter í okkur öllum eða í leikmönnunum sem voru inn á vellinum og gerðu virkilega vel að passa upp á að KR skoraði ekki meira en eitt markinn í dag. Þeir voru töluvert öflugri í fyrri hálfleik, kannski örlítið heppnir að fara bara 1-0 undir í hálfleik. Já, ég held að það sé alveg bara rétt metið hjá einhverju leyti sko. Við vorum svona aðeins svo rægir að þora að stíga upp í pressuna maður á mann og Aron dreifur svo náttúrulega mikið út þarna vinstra megin og þeir overloada þeim megin og við hefðum alveg getað stigið og leyst kannski verið aggressívar á köflum í að þora að mæta honum. Náttúrulega frábæra á boltanum og þeir geta leyst þröngar stöður og vilja vera með yfirtöluna sína þeim megin og við vissum það svo sem alveg. Við bara ákveðum að sína aðeins meira hugrekki í seinni hálfleikum í að stoppa þá. Hverju breytir eiginlega í hálfleik? Bara þora aðeins að stíga hærra, þú veist. Annar hafsendinn okkar var alltaf laus því að Eiður Gauti var bara á þeim þannig að við ákveðum að stíga aðeins utar með hafsendinn okkar og ýta bakverðinum upp eða hafsendinn hærra upp til þess að mæta Aronu og reyna að stoppa þeirra svona besta playmaker í liðinu. Fyrri hálfleikurinn var, þú veist, þeirra fengum einhverja stöður, Arnór Borg kemst 2-3 upp hægra megin og við erum að komast í ágæta stöður inn í teig. Við erum kannski ekki alveg nógu fjölmennir inn í teignum til þess að láta það telja en við náðum nokkrum upphlaupum á það í fyrri hálfleik en þau voru fleiri og stöðurnar voru betri sem við náðum að koma okkur í seinni hálfleik og fengum alveg nokkra stöður, ágætis færi, Benny undir lokin og þú veist, ég er ekki að segja að það hefði verið sanngjarnt að ná að stela þessu undir lokin en við vorum alveg að komast í ágæta stöður en við þurftum líka virkilega að hafa fyrir því að verja markið okkar. Nú voru þetta 8 leikir í röð án þess að tapa. Héldu hreinu í 3 leikjum röð fyrir þennan. Þá bara á okkur 1 mark á móti KR sem svona, liggur við eins og halda hreinu. Finnst það líka svona skína varnarmennirnir séu að njóta þess að spila og svona berjast fyrir? Algjörlega, það er þvílíkur andi í strákunum og mikill vilji, þeir eru í toppstandi og aggressífir og flottir þannig að varnarlínan, markmaðurinn frábærir í dag en líka bara allt liðið hjálpast að verja teiginn, hjálpast að inn á síðasta þriðjung það skiptir máli, það er ekki bara einhver einn leikmaður sem gerir það. Jökull var alveg frábær í dag, hafsendarnir voru frábær í dag, þú veist, það er erfitt að verjast á móti Luke Gray og Galdur er góður leikmaður þannig að þú veist, það er alveg erfitt 1-1 stöður á móti KR og svo þarftu að huga líka ansi góðum miðjumönnum og framherjum þannig að þú veist, allt liðið varðist virkilega vel í dag og 8 leikir í röð á hans að tapa, sigrarnir mættu alveg vera fleiri en þetta er góður grunnur að hafa og ég er alveg viss það og við trúum því alveg startastöðu þetta meðan við höldum að spila svona og koma með svona orku og vinnu sem inn í leikina þá verða sigrarnir fleiri, ekki alveg klárt mál. Kjartan Kári hefur nú verið svolítið orðaðið við Víking, hvernig horfið það við þér? Væntanlega leikmaður sem vill halda út tímabilið? Já, algjörlega. Kjartan Kári er náttúrulega bara samningsbundinn okkur en ég skil ósköp vel að Víkingarnir hafi áhuga á honum. Hann er frábær leikmaður, hörkuduglegur og getur skapað færi og skora mörk og hann er svona pínu óheppinn að vera ekki búinn að skora meira á þessu tímabili en þetta er ekki alveg fallið fyrir hann. En veist, ég skil alveg að besta liðið á Íslandi hafi áhuga á honum en hann er samningsbundinn okkur eins og er og ég veit ekki meira það. Þá eru Erlingur Ragnarsson eitthvað við orðað við ykkur sem er leiðis, væri það leikmann sem vilja sækja eða bara þá ef að Kjartan Kári myndi fara? Erlingur er náttúrulega bara samningsbundinn Víking eins og er og það er erfitt fyrir mig að vera eitthvað að tala um það. Davíð Viðarsson og Kári Árnason eru væntanlega eitthvað að ræða þessi mál en ef þetta er í gangi þá þurfa þeir að tala saman. Ég get því miður ekki svarað þessu. Nei, en hvað getur sagt mér um þennan nýja Dan ykkar? Stóru staðalegur strákur? Já, ungur strákur og með ágæta kosti sem að geta verið til þess fallnir að verða flottur framherji. Hann þarf náttúrulega bara að koma sér í ennþá betra stand og framtíðar leikmaður fyrir okkur. Hversu stórt verður hlutverk hans á þessu tímabili? Hann verður bara, þú veist, í cirka svona hlutverki að geta komið inn á fyrir okkur og aðlagast leikstílum okkar og pressunni og hvernig við verðum sækja og fram eftir göttunum og Kristján Flóki er náttúrulega í banni núna, við söknum hans náttúrulega líka og svo er aldrei að vita nema að það komi inn annar framherji áður en að glugginn lokar. En við viljum gera vel í að styrkja hópinn
eftir að Úlfur fór náttúrulega við mistum hann, þannig að við munum gera eins vel og við getum að finna rétta manni til þess að koma inn í framlínuna líka og fá Flóka tilbaka og vera öflugir inn í síðasta hlutan á tímabilinu. Takk fyrir og gangi ykkur. Takk fyrir.